núna aðeins að skoða hvað það sem gerist þegar við erum með eitthvað form eins og hérna og við postum því á Hono. Og þá eitthvað sem að við þurfum að hugsa í raun. Ég skrifa eitthvað inn hér, ég íti á hann að taka, þessar upplýsingar hérna eru kóðaðar í eitthvað, fara eitthvað og þar eitthvað gert við þær og svo gerist eitthvað í framhaldi af því. Þannig að hvernig púslast þetta inn í raun í HTTP flæðið allt saman. Nú ætlum við aðeins að minnka hérna og stekka þetta. Þannig að við erum með þetta hérna. Við erum búin að segja form elementið, methodan post. Þannig að alltaf þegar þetta hérna form verður postað og við höfum núna í vegferðinu 1 og hingað til höfum alltaf bara verið að taka yfir þetta í clientnum og gera eitthvað við þetta í clientnum. Við höfum aldrei verið að leyfa þessu bara að vera það sem það bara HTTP form sem við bara posta og lifa sínu lífi. Við ætlum að leyfa því núna að gera það og þegar við ítum að þennan hérna að taka þá mun vafrinn, clientin okkar, segja ok, ég inn í formi, það method post, actionið, hvert ég á að fara add. Það ekki búið að skilgreina neina leið til þess að encóða þetta, þannig að nota default encoding sem hérna url encóda strengin. Við ætlum bara að posta þessu og þá skulum við loka svona og sjá hvað gerist núna þegar ég íti hérna á post. Þá fáum við 404. Það nota benni eitthvað sem að bæti hérna við to-do listan okkar. 404 með höndlun. Ok. En ef við skoðum í raun hvað gerist HTTP-lega séð. Þannig að þá sjáum við hérna, ok, við fáum 404 not found frá servernum. Það bara út af því að Hono ekki með neitt skilgreint hvað gerist þegar ég posta á add. En hvað gerist frá okkur séð? Frá okkur séð, þá kemur hérna requestan okkar sem við sendum frá okkur. Hún segir content type application x form url encoded. Og það þýðir bara að það gögnin sem ég að senda eru í þessu formi og við förum í requestinu hérna. Ég gerir raw og þá það að ég að senda title jafnt og þetta bull sem ég skrifaði hann inn. Ef ég núna fer og ég bæti við öðru sem heitir title 2 og ég veist það og ég fer tilbaka og ég reloada hér. Þannig að nú komið með 2 input og ég set foo hér og bar hér og ég íti á bæta við. Hreinsum þetta hérna. Hvernig mun þá strengurinn núna í request líta út ef ég gerir raw hérna? Já, og hann eins og hver strengurinn. Hann með ampersand merki á milli til þess að aðskilja á milli breytana sem við sendum inn. Þannig þá það title, foo og title 2 bar. Svo geti ég farið hérna og ég geti bætt við checkbox. Hvað það? Checkbox. Ég geti bætt við select, name select. Og það hérna með option og við getum bætt við text area name text og þá getum við prófa okkur og sé hvernig þessi mismunandi HTML element skila sér og reloadum hérna. Þannig ég ætla að segja hérna foo bar, ok, ég ætla að checka í þetta, ég ætla að velja foo og ég ætla að skrifa eitthvað í nokkrar línur. Svo sendi ég þetta og þá fæ ég þetta hérna. Þá sjáum við að hérna kemur þetta kóða með /r/n. R carriage return karakterinn, /n newline og ef við gerum raw þá sjáum við þetta betur og þá sjáum við þetta kannski ekki betur og þegar þá sjáum við hérna við tökum þetta yfir í eitthvað hérna svona og stekkum þetta aðeins og sjáum hérna ok, við erum með ampersand hérna á milli
sem þá í raun að skipta þessu, þannig að við ítum á enter hérna, þá sjáum við í raun allar breytuna sem við byggum til. Checkboxið okkar on, af því að við höguðum í það. Selectið okkar bara foo, sem bara strengurinn sem var inn í því. En text hérna ASDF, og svo kemur eitthvað hérna, kóðað, ASDF, og svo eitthvað aftur kóðað. Og þá þetta hérna URL kóðun á þetta hérna á /r og þetta á /n. Og þá þetta til þess að geta í raun kóðað hérna ýmsu stafi í eitthvað sem má fara yfir vírinn, þar að segja yfir HTTP. Og þá getur, ok, hvað gerist þá ef ég set ampersand? Ég set bara fullt af ampersandum hérna. Ég set /n, /rn, ég set eitthvað bull, hvað ætli komi? Ok, postum, þá sjáum við hérna, raw, og þetta verður bara ennþá meira bara rosalega enkóðað. Aftur gerum hérna, þannig að textun okkur verður núna bara eitthvað algjör klassa, út af því að þarna bara búið að enkóða alla strengi sem að hafa einhverja merkingu. Slash hefur merkingu út af því að það getur verið með svona kontrollkaraktera, ampersand hefur merkingu út af því að það skiptir á milli breyta. En ef við fyrir þetta hérna, og ég get farið bara hérna í console, þá erum við með fall hérna sem heitir decode URI component, og ég get sendt inn í hann þetta hérna, og þá fæ ég raunverulegan strengi, þá afkóða ég hann. Þannig að þetta einhver kóðun sem eiga sér stað út af því að þetta eru strengir, og þetta bara eitthvað strengjaformat sem að fara þarna á milli. En það ekkert eitthvað rosalega frábært þess að við senda gögn á milli. En það grunnleiðin sem við notum. Þegar við fyrir að nota vefþjónustur, þá ætlum við ekki að nota svona kóðugögn, þá ætlum við að nota JSON til þess að senda og taka við gögnum. En ok, við þurfum samt sem að ekkert eitthvað rosalega mikið að vera eitthvað að velta okkur upp úr þessu. Þegar við getum bara farið hérna í Hono og við getum farið hérna middleware og getting started. Einhvers staðar hérna helpers. Body það sem ég að leita. Ok, ég finn ekki neitt, þá ætlum ég bara að fara hérna í search. Það segja body. Body limit. Ok. Post. Ok, þetta ekki alveg hérna að skila mér einhverjum góðum stað til þess að sýnda. Kannski þetta bara lítið á það að það sé of einfalt að vinna með þetta, þannig að við þurfum ekki að spá í því. Prófum form, þannig eitthvað, formdata. Hérna. Ok, hérna fáum við eitthvað sem við erum með. Hérna Hono með dæmi um það hvernig við getum í raun tekið við einhverju úr body, og body það sem þetta sem kemur eftir headrunum. Þarna einhver gögn. Bodyð í okkar tilviki var þessi langi strengur af kóðuðum gögnum úr formin okkar. Ok, þannig að þá getum við tekið þetta hér og við getum farið hérna í þetta og við getum núna búið til nýtt rát í Hono. Þá það app.ur og þá sjáum við hérna við erum með get og við erum með patch og við erum með put og við erum með delete. Við erum með þessar HTTP aðferðir sem við skoðum á hann og við erum með post. Þá getum við gert hérna post og þá skarstrykk add og þá ætlum við að fá hérna og það eitthvað C sem þetta context og þar ætlum við að gera eitthvað hérna inni og hérna inni ætlum við að bregðast við því sem var gert. Þannig ætlum við að segja bara return C.text post móttekið og þá fáum við núna ef við förum aftur í þetta hérna og ég fer þetta tilbaka og ég ít að bæta við og þá fæ ég núna ekki lengur 404 heldur fæ ég post móttekið því nú erum við með eitthvað sem rátar á þetta. Posta ekki async? Jú, það getur verið það, vissulega. Þannig að við getum sett async á þetta hérna. Og þá það í raun út af því að við munum vilja kalla í gagnagrunnin ef allt var í lagi og senda gögnin inn í gagnagrunnin. Og það mun vera async aðgerða því að það kalli gagnagrunnin, það gerist ekki rætt strax. En núna viljum við samt fá þessi gögn og þess að við getum unni með þau. Þá getum við sagt hérna eins og dæmi hérna var að segja body þetta er nú ekki gott paste okay, const body jafnt og c.rec.parse body
og þá sjáum við núna, við farum hérna að þetta promise, það var hérna að veita þessu, await, þannig að þá body, x strengur eða file. Ok, console log body. Þá getum við séð núna hvort að við getum fengið þessi gögn okkar. Þá ætla ég að reloada núna og þá núna út af því að ég var í formi, ég ítti á post og ég fekk upp þessa síðu sem svar við postinu. Þá núna var hún að segja, heyrðu, þú ert á síðu sem var opnuð með því að gera post methodu. Post methodan ekki idempotent. Þannig að það gæti verið að gera þetta núna, þá stendur hérna Firefox must send information that will repeat any action such as search or order confirmation that was performed earlier. Þannig hérna vafurinn að segja svona, hei, ég að fara að gera ekki idempotent aðgerð, viltu halda áfram? Þá segi ég já, resend, af því að nú ég að fara að senda aftur eitthvað sem var að senda áður. Sem gæti verið þetta valdi double posti, triple posti. Ok, postmóti ekki alveg eins, nema að núna fáum við object hérna sem inniheldur bara gögnin okkar eins og við sendum þau og búið að sjá að taka klientinn kóðaði þau, sendu þau með HTTP og hún og sáum að afkóða þau og það sem þetta parse body gerir fyrir okkur. Þetta fæl sem hérna út af því að ég get farið hérna og ég get hvar var ég með þetta, lókum þessu to do page hérna. Já, hérna var þetta. Ég get nota type file. Munið hvað það gerir? Það býr til svona file selector hérna. Ég get ítti hérna á þetta og ég get bara sagt hérna, ég ætla að upplóta bara ekki með eitthvað test hérna, pröfa.pdf. Ég ætla bara að senda það með, það má. HTTP styður þetta sem leiðir til að taka við gögnum sem eru ekki texti, það að segja binary hlutum. PDF binary format, þannig að núna ég að fara að senda bara binary object með. Þannig ég bara íti hérna. Ok, þetta virkaði. Og hvað lokast út? File bara eitthvað pröfa.pdf. Þannig að núna ég bara að parsa bodyið, ég ekki að parsa skrána. Við þurfum að gera sérstaklega hluti til þess og til þá þarf við að taka við binary object, hann með einhverja stærð og hann með einhvern binary straum, þetta getur verið allt frá 1 kilobæti upp í gigabæt meira, bara þú veist það theoretically sky's the limit og það þarf að gera annað svona hérna og það mun koma í hópverkefni 1 þar sem við munum þurfa, þið munum þurfa að takast á við það að vinna með skrár líka sem þetta að senda yfir. Þannig við þurfum ekki að hugsa meira það núna, en núna ég að koma í gögnin, þannig að núna get ég sagt hérna, ok, title body.title, ok, það í lagi út af því að þetta bara að segja, þetta einhver strengur sem einhver strengur sem kemur út af þessu. Þannig að þetta strengur eða fæl. Þannig að núna ef ég ætlaði að kalla í fallið sem var hérna búið að búa til fyrir okkur, hér sem heitir, með það aðeins aftur, meira, sem heitir create to do, að þá verði ég að fá title sem strengur. Ok, ég myndi taka núna þetta title og segja create to do title, þá sjáum við villu út af því að núna þetta strengur eða fæl og við vitum heldur ekki, ef þetta strengur, þetta nokkuð lengra en 255 stafir, þetta nokkuð tómi strengurinn eftir að ég er búin að trimma þetta, þannig að hérna þarf við hér þarf að eiga sér stað validation og þá getum við notað sod, þá ætla það bara, ég ætla að skilja það alveg eftir og þá það aftur hérna í to-do listan okkar, skoða sod og svo bæta við validation á title áður en to-do item búið til. Ok, þannig að nú ætla ég að stoppa aftur af því að ég að gleyma gagnagrunnum, mjög skipulaður og góður í þessu. Þannig ég ætla að gera það bara sem sér svona intro, taka semstu 10 mínútur af það og í sér vídeói hérna.